ef við tölum helgarstað, þá hefur verið að hlusta á bækur sem að gerast á tímum þegar Ísraelsmenn voru að flýja út fyrir Egyptalandi og urðu að treysta og læra að treysta meira og meira á Guð. Og ég hugsa með mér, þegar ég heyri þessar bækur, af því ég hlusta á þær í hljóðbókum, ekki þýddar á íslensku því miður, ég hef bara helst vilja þýða þær, að þá fer ég að skilja betur því höfundurinn fer svolítið inn í hugarheim þessa fólks sem var að verkast þarna í 400 ár, en þar af voru 200 ár í þrældómi því það kom nýr faró og hann svona hægt og rólega eins og vextirnir hjá Seðlabankanum hækka og vísitalan og allt þetta sem við þekkjum svo vel í dag, að faró fór að láta þá vinna meira og meira og þræla meira og meira og bara gera lífið þeirra óbærilegt þegar það var áður þegar Jósef var ríkisstjóri í Egyptalandi og ætt menni hans og stór fjölskylda sem var ekki smá fjölskylda, nokkur hundruð manns kannski, að þau fengu Gósenland, þau fengu gott ræktarland og fengu að ala sitt fé og dýrin sín og sjá sig og rækta, allt gekk svo ljómandi vel, þangað til að kom nýr stjóri í Egyptalandi. Og hvernig verður maður með alltaf þyngdur niður meira og brotin niður með þrældómi og mátt ekki líta upp og launin hækka ekki, það verður ekkert betra, það bara verður verra. Hvað gerist þá í heila búi venjulegs fólks? Það fer að bogna, það fer að verða undirgefið, það fer að gefast upp. Og hugsun svolítið það hugarfar sem að ríkti í þessum hópi fjölda fólks, milljóna, þegar það kemur svo boðum að Móses, einhver maður sem margir þeirra þekktu ekkert nema kannski bara á einhverjum sögusögnum eða afspurnum, að hann ætlar að frelsa þetta fólk sitt, hann sé Hebreið þó hann hafi verið alin upp hjá faró við konunglega menntun og allsnægtir, að þá, hann hafði horfið þarna fyrir 40 árum, bara vissi engi hvað varð af honum, en þá fór Móses sem sagt í að gerast fjárhirðir í fjarlægu, ekki svo mjög fjarlægu landi, en við vitum að hann fór í burtu, og þar var hann að kynnast Guði dýpra og dýpra og svo sá hann logandi runna og Guð talaði til hans og við þekkjum flest hvað gerðist svo. Og hvernig ná svo fólk að trúa? Margir, sérstaklega Egyptar sem voru samt farnir að blandast, jafnvel með konfangi og giftast inn í hebresku hópana, á sig konur og öfugt, það bara fór að blandast, þú getur ekki spornað við ástinni. En já, ég set mig inn í þennan hugarheim að það fyrir að hugsa, hver er þessi Móse? Heyrði einhverja sögur, og svo voru að fara að gera stórmerki og undur og það byrjuðu plágur, það byrjuðu flugur og vatni var það blóði og hvað var eiginlega skeð? Hann hlýtur að vera mikill galdramaður þessi Móse, hann hlýtur að vera bara svakalegur töframaður. Og þau litu ekki upp fyrir Móse að Guð væri að sýna vald sitt. Og það gaman að svona hlusta á þetta og setja, hversu mikla trú hefur eða búið að berja þig niður í 200 ár, kynslóð fram á kynslóð og kúa þig og bara þú ert þarna í duftinu að búa til múrsteina og það er alltaf verið að berja þig meira og meira niður. Þá kannski þarftu mikið á því að halda að sjá, jafnvel þú sjáur undur og stórmerki, þá þarftu að læra ýmislegt annað því að Egyptarnir, þeir höfðu marga guði og fullt af líkneskjum og þá var hægt að sjá þær og það freistaði margra af því að Egyptarnir töluðum í bókinni þessari sem ég hlusta á hinn ósýnilega Guð. Þessir Hebrear bara vitlausir, þeir bara að biðja til einhvers ósýnilegs Guðs. Við erum að hafa eitthvað svona sjáanlegt og við þekkjum þetta trúarbröðum hérna í þessum heimi, líkneskjur og
eitthvað sem fólk sér, ber augum, ber táknum eitthvað sem það getur hneykt sér fyrir og beðið til. Og myndir af dánu fólki, við köllum það við stýrlinga þarna, en við skulum ekki ræða það mikið, en þarna sér maður hvaðan þetta hugarfar kemur, hvernig átti þetta fólk bara á örstuttum tíma að snúa sér til Guðs þegar það var búið að vera í ánauð í mörg 100 ár, 200 ár sérstaklega, þungri ánauð sem alltaf versnaði. Já, við getum hugsað svolítið þetta, hvernig var að snúa, akkur þurfti Guðs að hafa þau 40 ár í eyðimörkinni. Það var ekkert skrítið, því að það var mjög heillandi að hlusta á þetta og segja, já, ok, voru hérna reikandi í eyðimörkinu og komið sér upp tjöldum, 1.000.000 manns eða meira, en það sem sagt, egypsku afkomendurnir voru að taka eftir, sem var svo gaman að gera sig grein fyrir, það var skipulagið. Þeir settu upp tjaldbúður og við getum lesið þetta allt í fyrstu Mósebók. Hvernig þeir settu eftir ættbálkum tjaldbúðuna niður og það var ekkert svona rugl út allt. Það voru beinar götur og það voru beinar sem sagt tjaldbúða uppröðun og það voru reglur og það var reglur hreinlæti og reglur þvott. Það var ekkert svínari. Og þá fór ég að segja, já, og svo tóku Egyptar eftir þessu að þessi þræla þjóð fyrrverandi, það var bara regla á öllu og það var allt í lagi, það var mjög strangar reglur og svo sáu þeir skýið, þetta mikla ský sem að fylgdi þeim og bjargaði þeim frá faró og þeir eru náttúrulega vitna því, Egyptarnir og aðrir sem að fylgdu Hebreónum, sáu hvað Guð var að gera. Það var skrítið og furðulegt, eitthvað lýsandi ský sem að setti sig fyrir aftan og bjóti hjúpi yfir þessa rosalegu stóru fylkingu fólki til að vernda það. En samt tók það 40 ár að þurfti að ala upp nýja kynslóð og það þurfti stóru hlutir að gerast og við lesum í Mósebókunum að í einhverju tilfelli þá gleypti jörðin verstu uppreisnarmennina bara alveg í byrjun. En hugsið ykkur, hvað þarf til þess að við missum trúna eða verðum uppgefin? Ekki kannski svona mikið, en takið eftir þegar plágurnar gengu yfir Egyptaland, þegar að Guð sýndi vald sitt, hann átti þetta allt saman, hann gat gert þetta og þegar að vargurinn, engisbrettufaraldurinn, tók upp allt sem eftir var af gróðri. Það bókstaflega landið sem áður eða sjáuð fagra lundi og sjáuð á í ferðabæklingum skógivaxið og trjágarða og einhver bara dásamlegt, sérstaklega í heitari löndum, blóm og tré og garða. Það var allt nakið, getið ímyndað ykkur. Þegar að Ísraels fólkið, Hebrearnir fóru frá Egyptalandi, þá var ekki stingandi strá. Og þegar búfénaðurinn var drepinn, allur búfénaður, þá var ekki hreyft við einu einasta lambi hjá Hebreunum, hjá Ísraels þjóðinni. Það var ekki hreyft við neinu. Þegar að fólk var allt útsteypt í sárum og kaunum og það voru hroðalega lýsingar á þessu. Erfitt að gera sér hugalund hvernig að vera með graftarkíl út allan líkamann. En engin einasti Ísraelsmaður, engin af þeirra fólki, ekkert einasta sár og Egyptarnir tóku eftir þessu og svo, hver er þessi Guð? Hvernig sleppur þessi þjóð? Og þetta var svona veganestið og margir eins og segir fylgdu Ísraelsþjóðin og kusu heldur að betra fylgja þessum Guði heldur en öllum þessum litlu líkneskjum og sem að kaupmennir eru að selja og græða á. Þannig að það kenndi mér margt að við eftir kannski að upplifa mjög erfiða tíma. Það er svolítið ískyggilegt ástand, það er alltaf að hækka, vörurnar eru að hækka í búðunum, við vitum ekkert hvort að logar allt í stríði, bara nálægt okkur eða í Austurlöndum. Það er svona mjög varhugaverði tímar. En gleymið ekki þessu, við höfum að lesa Mósebækurnar og gera okkur grein fyrir því að við snúum okkur til þessu ósýnilega Guðs, hann náttúrulega sjáanlegur í náttúrinu og fegurðinu og svo mörgu.
Ef við snúum okkur til hans og höldum fast í hann og höldum fast í orðið hans, þá erum við eins og Ísraelsþjóðin í Egyptalandi forðum. Við erum vernduð, við erum varin. Og þetta langar mig svona spontant til að hafa sem fáin orð í dag.